Árni Björn Pálsson, Yes, velkomin á Landsmót. þakka fyrir það. Ég var að ræða við, eitt reynslumesta knapp á Íslandi og verið í kynbótabrautinni í mörg ár. Hann átti sér einn upp á knappa og hann hugsaði sér ekkert lengi og nefndi nafnið þitt, að þú væri næsti snillingur Íslands. Ég veit ekki með það sko. Það fer enginn í skóna hans. Hann er bestur og verður það. Rekord að segja það bara. Er eitthvað bræðralag á ykkur á millið það? Nei, bara við erum góði félagar. Er þetta Landsmótið þitt? Ég veit það ekki. Maður reynir alltaf að gera sitt allar besta og þetta er svona uppskýrumómenti. Og við erum allavega vel stemt og undirbúin í þetta. Er eitthvað sem stendur meira upp úr hjá þér á Landsmóti eða Landsmótum, náttúrulega sem við verðum að taka þátt í mörg ár? Er eitthvað sem þið hlakkar mest til að taka þátt í hérna? Já, á morgun. Þá ætla ég í tjöltinu og ég er undirbúin í það. Er tengdafæðin eitthvað að stiða við þig? Já. Það er alveg. Þetta er allt tím bara. Það er fjölskyldan, hún stendur fyrir þessu og þú, konan er nú í braut og er hérna með þér og er að standa við bakið á þér. Já, það er ekki spurning. Stendur alltaf við bakið á manni. Þetta gengur upp og niður og maður þarf að hafa svona bakhjarl. Hún er snillingur í því, alveg. Pottet þetta að sjá þig aftur, gangi vel í milliriðlum og eftir og svo tekur þú töltið á morgun. Maður reynir að gera sitt besta, það er alveg, maður getur staðið við það. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Það er búin að góma, ég myndi segja töltknappa ársins, ég held að það sé alveg ljóst, ég ætla að segja það bara og jafnvel, eins og Þórður myndi segja, knappinn, 880. Já. Hvað erum við að tala um? Góður hestur. Já, og knappinn er að gera eitthvað rétt. Ég snýri hnakknur rétt bara. Já, þú veist þér þú varst að fara fram. Já. Eyrun snýru rétt. Já, eyrun snýru rétt. Þú ert væntanlega mjög glaður. Já, þetta var frábært. Þetta gekk upp og svona þessi atriði sem ég var búinn að fara yfir frá því í vor er að skila sér. Vinnan er að koma í gegn. Ég náði í engun inn á mótið þarna í bænum og fór ekki með hann í úrslit. Það voru svona ákveðin atriði sem ég fannst ég þurfa að laga. Þetta ekki þurfa að sanna neitt í úrslitum og ég er búinn að vera að vinna í því. Og svo vinna er að skila sér og þetta er niðurstaðan úr því. Það er enn einu sinni sem að við fáum að vera þess aðnjótandi á Landsmóti þar sem að þið félagarnir, tengdafaðirinn og þú sem eruð að berjast í úrslitum. Já. Jarlinn er búinn að koma helviti sterkur inn ansi oft og er þarna í öðru sæti með 8.37 og svo er það Krít í þriðja, þannig að þetta er ansi sterkur hópur. Já. Þetta eru frábæri knappar og hestar og í öllum sætum en það er ekkert búið fyrir en það er búið og svo hafa gengið vel í forkeppni þá þarf að klára úrslitin líka Forkeppnin er bara eitt verkefni í keppninni það er aldrei hægt að tala um neitt sigurvegari í forkeppni, mér finnst ekki. Nei, en árangurinn og hesturinn gigantískur og bara, sem sagt, ég myndi segja bara hvernig hann, ég veit ekki, bara hann bar sig og þið báðir til samans, þetta var bara frábært par, hvað sem gerir svo í úrslitu, það kemur svo bara í ljós og verður gaman að fylgjast með því. Akkurat. Að öðru, hvað er hér? Þetta er sjövetar hrissa frá Blesastöðum, ræktuð af Magnús Hólmfríði, þetta er reist og fekk hérna á mótinu 9.5 fyrir tölt og við vorum að klára hérna yfirlitssýningu á henni. Hún hækkaði allavega fyrir stökk upp í 9, þannig að við skiljum sáttur við hana. Hún fer bara beint í ræktun núna. Hún kemur út með? Hún er einhvers staðar, þetta er náttúrulega klárhrissa, 8.20 og eitthvað. Ég veit ekki nákvæmlega eftir núna yfirliti.
Meiri hátar. Þeir eru bara að tala um þetta í hátalarkennu og sér snillingur. Ég veit ekki, ég er bara svo hestheppinn. Það er gott að vera heppinn. Já. En þetta er ekki shitskit sem ég ætla að tala um á mótinu, bara að segja það, en þú mátt alveg rangóla augunum í hver skit sem þú sér mig. Þú ert snillingur. Takk fyrir þetta.